þessar gufurnar eins og voru í þessum bíli sem Andrés var að sýna, að þá var ég nýlega byrjaður með verkstæðið mitt og Georg Ándarsson flutt inn þessar stöðvar og þetta er símasærband stöð samþykkt á miðju árinu mínum 1981 og það er þoldi ekki þetta loftnet sem var verið að nota. Það var mikla sveiflur í þessu og það var ekkert hægt að stilla, sá sem var með stöðuna hann gat ekkert gert og ef það breytti sér veðrið eitthvað þá bara dró stöðin allt og mikið straum og það fór sendirinn í þeim og þetta var tómt við sig. Og Georg hringdi í mig og spurði hvort ég geti eitthvað fundið út úr þessu því að ég var búinn að vera að fikta náttúrulega í þessum stöðvum og smíða svona tunebox til þess að auðvelda svona stillinguna á einmitt svona dóti. En af því þetta var nú 50 ohma stöð, útgangurinn í öllum þessum stöðum sem komu á þessum tíma fyrir þessu tíma, að þá hugsaði ég með mér að það væri náttúrulega eina rétta leiðin, það væri að reyna að búa til 50 ohma loftnet á þessari tíðni, 2790 og það sem var verið að nota. Þá var þessar og svona eins og ég lagðist undir feld eins og það heitir og þetta er sko einföld tekník. Þetta er náttúrulega í rauninni gamla netið bara með nælon einangraranum og það var alltaf notaður kertaþráður því það var svo þykk einangrun í honum og ég var nú svo sem ekkert að finna upp neitt því að þetta var nú bara í öllum Amorta-bókum. Það var 50 ohma net. Þannig að þá þurfti ég að nú gerði ég eitthvað vitleysu. Tölvurnar eru ekki mitt aðalmál. Þetta eru gamlu netin, Andrés er náttúrulega búinn að lýsa þeim svo sem að kertaþráðurinn og þessi nælon einangrari og svo kemur millileggurinn og toppur. Og þetta var svona á öllum bílum. Þetta er bíl sem ég var að vinna á í mörg ár við jarðhitamælingar. Þetta er bíl sem Sigurður Rist átti og það var gjarnan tekið út sko í gegnum botið, í gegnum svona postulís úttök og svo upp í netið með Þetta er settir þessa mynd inn af því þetta er fyrsti bíl á Íslandi sem var sett í talstöð eða svona miðbylgjustöð sko, eða millibilgjustöð 1951 og þá var ekki komið þessi toppinn á hann, þá voru settar svona postulínsstautar og vír bara svona í aftur eftir bílum yfir og fram og stöðin sem var í honum var svolítið öðruvísi heldur en það sem við erum að nota í dag. Þetta er nákvæmlega eins viðtæki og var í varðskipinu Ægir þegar það heyrði í Geysir 1950 og þetta var eina setti sem að Síminn smíðaði á þessum árum. Þess vegna veit ég að svona stöð var í þessum gemsa. En þetta er í rauninni lofndið, það er bara 50 ohma KS út í fót og svona leit það út þegar búinn að full smíða það. Þetta var mikil vinna og mikil þolinmæði sem ég átta mig á í dag að ég skildi nenna þessu. Þetta er nælon einangurinn og þetta var notað sépi og öllum hjandanum og ég byrja á því að renna gengjur eða láta renna gengjur í þetta og vinda spólu en það kom ekkert út úr því og þá fékk ég þá hugmynd að kannski að vinda svona kjarna og prófaði reyndar og ætlaði mér að fella það inn í renna úr fyrir kjarna
En svo þegar ég var búinn að búa til eitt stykki þá sá ég fyrir mér að þetta var alveg glatað upp á að alltaf fara að framleiða svona í einhverju magni. Og það virkaði ekki þessi næloneinangrari og þá mundi ég eftir þessum burðarstöðum sem við vorum með og þetta er fíber einangrari hérna. Þannig ég prófaði það en ég sá strax að hann var ekki nógu sterkur og þannig að ég hætti að hugsa fíberinn og það var eitthvað fleira sem ég prófaði, það voru 4 tegundir. En Árni Brynjólfsson, rennismiður, hann var að smíða sépíaloftnet, það var að kústa og ég fór til hans og það var hann sem renndi þetta fyrir mig og í eitt skipti þegar ég var búinn að prófa þessa einangrara hann alla að þá kom ég til hans og þá var fullt á svona einhverju svörtu plastefni út allt verstaði hjá honum og þá var hann að renna fóðringa fyrir álverið í Straumsvík og ég spurði hann að hvort hann geti við getum prófað þetta og það virkaði. Þannig að eftir það smíðaði hann allar fætur fyrir mig. Og þetta er skólan og það er 50 ohm þarna og svo þurfti ég aðeins hann var ekki á þessari mynd en ég þurfti stundum að kosta út að hérna vindingum á fætina. Og til þess að prófa þetta þá breytti ég bílmýlustöð því að sko Guðunes var hætt að þjónusta EM-stöðarnar á 2090 og ég gæti ekki verið að nota þá tíðni þannig ég notaði 2833 og þetta er stöðin sem ég var með og ég breytti útgangnum. Þannig að hérna setti ég spennir, þannig að stöðin hún var að horfa út í 50 ohm, eða út úr henni komir eftir þess að 50 ohm. Og þegar ég var að brasa í þessu, það var nú dálítið svona vesinn, að þá heyrði ég alltaf einhver samtöl þarna á 2833. Og ég kallaði í þá sem voru þarna og ég var aðeins út í Kópavogi, heyrði ágætlega í þessum mönnum og þeir svöruðu mér nú ekki fyrst og ábyggilega héldu að ég væri eitthvað eftirlit sko því að þá var sem búið að banna í rauninni EM-ið og þeir voru að nota þetta sín á milli bara. En svo hélt ég nú einhver ræðu þarna hvað ég var að gera og þá var mér svarað og þá voru þetta vörubílstjórar sem voru norðan á Snæfellsnesinu, Ólafsvík og þar og voru bara að nota þetta sín á milli eftir að það var búið að skylda SSB. Það voru lítið til að stöðum og þær kostuðu 150.000 kall á þeim tíma stöðir. Hvað það? Þeir sögðu mér bara, heyrðu bara ágætlega í mér og allt það. Svo eins að ég skal ég segja ykkur breytti stöðinni þetta er hérna gert. Ég breytti stöðinni, setti rofa hérna og skipti, þannig ég gæti skipta á milli 50 ohm og út í gamla netið. Þetta er sko loftnetsbólan í stöðinni og finstillingin á henni. Og ég var með þetta á, þetta er vinnubílinn minn og ég setti, þetta er loftnetið sem ég var að prófa og ég byrjaði að prófa þannig að vera ekki með gorminn til þess að vita hvað það væri sterkt, hvort það myndi nú bara brotna þarna en það hélt. Og svo var ég með gamla netið hinum megin og skipta á milli og það var gífurlegur munur á gæðum. Þeir heyrðu bara mjög vel í mér á 50 ohmum en svona ég var þokkalega læsilegur á gamla netið. Þannig að þá vissi ég að ég var að gera eitthvað rétt en í leiðinni bara nánast fór ég að gráta því að ég hefði þurft að fatta þetta 10 árum áður. Þá hefði maður ekki þurft að vera að brasa í þessum stillingum á stöðum, einu vissinni. En ég notaði þessar Mazda móbilspólur sem að Síminn flutt inn og þær voru, fyrstu spólurnar voru með þessum
fíberkjarna hérna. Það voru mjög góða spólur. En hann hérna, Síminn fór svo að framleiða sjálfur af því að gallinn við þessar spólur var það að kjarninn vildi brotna. Það var svo þungir toppar og hérna, þá fór þeir að framleiða svona spólur sjálfur og hætta að flytja hérna inn. Og þetta er nælon hérna og fíberbotnar og svo einhver reykjalenda slanga eins og ég kalla hana. Þannig að þetta er mjög sterkt bara mínar spólur. En ég fór að prófa því ég notaði þessa spólu mína og þetta virkaði mjög vel. Svo prófaði ég þessa og ég fekk aldrei alveg jafn mikið út úr henni og hinni. Ég vissi ekkert út af hverju. Hver er framleiðandi á þessu spólum þetta sem er? Hver er framleiðandi á spólunum sem Síminn var að hanna? Þeir gerðu það sjálfur. Já, undir spólunum líka sjálfur? Nei, þeir fluttu þetta inn. Já, er þetta á Bakkari Vilhjálmsson eða hvað er þetta? Ég bara veit ekkert hvaðan. Þeir fluttu þetta inn alveg í Kassavík sko. En smíðuðu hitt allt sjálfur. Þeir voru með fullkomið verkstæðina, renniverkstæði og allt. En það voru mjög sterkar spólur en þær virkuðu ekki alveg eins og gamla hana, Mazda móvilspólan. Og einhvern tímann áður en ég var að byrja á þessu loftneti, þá var ég að setja stöð í fyrir einhvern mann og hann var búinn að vera með svona spólu sem var alltaf að brotna. Þannig að hann lét renna fyrir sig svona sterk og mjög ánægður með þetta. Nú klikkar þetta aldrei. En ég fekk bara aldrei neitt út úr spólunum. Og það endaði í því að ég setti á hann bara svona spólu til Petri. Og hún var eftir hjá mér þessi hérna. En þá rann upp fyrir mig ljós svo löngu seinna þegar ég var að brasa í þessu loftneti að hérna er nælon. Og það er eitthvað efni í þessu sem að bara, þannig að það er kúið dettur niður í spólunni. Það var ástæðan. Ég prófaði svo seinna sko, náttúrulega með hinni og það var alveg klárt að þetta var hún. En þá, svo náttúrulega var Síminn að selja þessar spólur og mér fannst það allt of dýrar hjá hann. En ég lét Árna renna fyrir mig úr sama efni og fótinn og það virkaði bara mjög vel. Þó hann væri aðeins mjórri en hinn. Hvaða efni var þetta? Var þetta ekki nælon eða? Ég með það hérna eftir, man ekki hvað það hittir. Hvað sýningu það var eftir. Og þannig að, og meðan ég var að þessu öllu, þá, það er ekki nú, það var kannski hérna, já. Þegar ég var að prófa þetta, þá var ég með náttúrulega kóaskapalinn hérna og hérna standvilkjumælir á milli talstöðar og kapals út í fótinn og svo smíðaði Árni fyrir mér sko tvöfaldan fót hérna þannig að millilegur var einangraður frá og ég setti RF-mælir þar á milli þannig ég sá strauminn úr fætinum yfir í toppinn og spólun uppi og þá gæti ég stillt spóluna sjálfa og svo var ég með þennan feltmælir í hérna í svona í 10 metra fjarlægð og þá gæti ég séð útgeislunina. Þetta var náttúrulega mikill tími sem fór í þetta og þolinmæði. En þetta voru nú mæltæki sem ég hafði. Enga útreikninga og ekki neitt. Ég vissi ekkert hvað ég var að gera annað en þetta. En útkoma var bara þetta, nokkuð góð og þetta var mjög stabílt þegar við vorum búin að finna út, sko, stilla þetta á 1, 2, 3 bíla. Þá gæti ég bara, þegar menn voru pantaði stöðar hjá mér eftir seinna út á landi og þá bara spurði ég hvernig bílinn væri og sendi þeim bara á loftið og þetta virkaði allt. Þannig að þetta kom mjög vel út. Þó við værum með þetta svona á toppgrind, að þá af því að þið þekkið það náttúrulega frá VSF-inu að toppgrindin er ekki góður jarðflötur. Það er betra að hafa ofan í topp en þarna á 2090 þá skipti það minna máli og sérstaklega á þessu 50 óma neti. Þarna, já, það er svo vandamáli með toppana. Já, hérna sjáum við það að
sko síminn var náttúrulega hættur að flytja inn toppa og þið sjá að það hérna samsetning hérna að þeir voru heldur stuttir þessi toppar sem ég gat fengið. Þannig að við lengdum það með 10 mm áltegn til þess að ná lengdin á toppnum. Og það gekk þokkalega. Stundum vildum við aðeins brotna en þá var hann bara snittað upp aftur og haldið áfram. En það var ótrúlega lítið samt. Hérna er ég ekki með teinin. Þetta er reyndar lengur seinna. Þá ég fór til Ítalíu á þessum bíl og var í sambandi við hérna félag okkar Völu og Hákon heitinn. Og við vorum mest á 6 megarinn. Og þá þurfti ég ekki teinin. Svo þegar ég kom heim þá nefndi ég ekki að breyta þessu. Þetta var búinn. Svo hérna tók Gunnar Ásgeirsson að flytja inn stöðvar sem heita Tiki frá Japan. Framkvæmdastjórinn þar, hann vissi ekkert að þetta tegundaprófa talstöðvar og fara leyfi og svona. Þannig að hann bara pantaði 50 stykki, þetta var jeppakall. Og hérna fyrir einhverja klíku þá fékk hann nú að taka eina út og ég sett hann í bílinn hjá honum og henni fylgdi kúpler en það var hvergi pláss fyrir hann þannig að ég setti bara netið sem ég var þá byrjaðar að prófa og það var náttúrulega þá fóturinn þessi sem ég var búinn að fullkanna og svo var ég bara með Landsíma hlutan þennan gamla frjóan og þannig að það voru aldrei pantaði fleiri kúpnera hjá Gunnar Ásgeirssyni. Eins var með Motorola að það voru komnar á markaðinn Kristinn Gunnarsson fyrirtækið og það var kúpler sem var seldur með þeim og hann kostaði hann jafn mikið á stöðinni en þær stöðvar sem ég sett í á þeim tíma ég ánægilega eini held ég sem að hafa þjónustötta fyrir þetta Landsíma. Þeir voru ekkert ánægðir með mig. En hérna að ég notaði aldrei enn kúplerinn, ég notaði bara lofnið mitt og setti mig aldrei inn í hvernig þessi kúpler rauninni virkaði. Hann þurfti að færa til eitthvað díu og svona og ég nennti ekki að læra það bara og notaði bara niður. Kallið var hann ekkert ánægður með það, hann hringdi mig löngu seinna alveg brjálaður. En þá var stríðið byrjað og síminn var svona alltaf að hafa einhverja horn í síðu mér og ég var náttúrulega búinn að vera erfiður á sepja tímabilinu. Þá voru bara 6 rásastöðvar og ég smíðaði svona kjallarendur, þá voru þetta 16 rásir og að því að pláss þá settum við S-mæli og svona alls konar skraut. Þannig að þeir voru einhver vinir minn út af þessu. Þetta var nú svo þetta væri bannað en það var hvergi til í lögum hvað máttu vera margar rásir í talstofunum. Það bara, upphæðilega voru það bara 6 og þeir ákvaða það væri bara lög. Það var ekki aukið í styrkin líka, ekki? Það var ekki aukið í styrkin? Jú, það var hægt að fá sko spennubreytið úr 12 voltum í 24 og hækkaði spennu upp. Þá skipti ég útgangstransistor og ég held að alltaf ekki verið þessi stöð þar sem ég gæti skipt á milli sko, 12 volt og 24 og þá fór ég í 15 vert, það var annars 4. Og þetta var bara fín aukavinna hjá mér. Ég var í þessu, að byrja á þessu áður en ég fór að vinna eða opnaði verkstæði. Þetta var svona aukavinna þegar ég var hjá Orkustofnun og ágætis tekið sem það út úr því. Svo þegar loftnetið var tilbúið og ég var búinn að setja hérna eitthvað af SSB-stöðum í bíla og nota þetta loftnet og þá var spólan, eða þá var í rauninni full smíðar. Þá var þessi spóla komin og þetta orðið allt svona staðlað. Þá vantaði bara ódýra stöð því að þessi mótorastöð, hún kostaði, ég minnir hún hafi kostað 130.000 krónur fyrir utan kúplerinn á þeim tíma
og bæði SSG-stöðin hjá Georg og Gunnar Áskilssyni, þær voru yfir 100.000 krónur. En það var líka tollur á þessu stöðum. Á hvaða árum var þetta? Ha, Á hvaða árum var þetta? þetta er 82, 3 og ég var eitthvað að spjalla við Jónas, þá var hann með umboðið fyrir Jesú og ég var að flytta inn í þessar stöðar sem ég sett í bíla fyrir Þrótt og fleiri meðan hann var með þetta og hann sagði að Jesú væri með svona stöð og hann pantaði fyrir mig eina og hún kom með, hún var endur ekki svona merkt eins og þetta og ég fór með hana niður á Síma í tegundaprófun og það gerðist ekkert í 2-3 mánuði held ég. Nú. Og Þórir hann bara gerði ekkert í málinu og ástæðan, ég vissi ástæðan hann seinna. Náttúrulega til þess að koma stöðinni í landi þá þurfti Gústaf Arnar að stimpla tollskýrsluna og hann þurfti að láta reikningi fylgja með. Hann sá náttúrulega verðið á stöðina, þetta var bara smávarur á móti hinum og þeir ætluðu sér að stoppa það að þessi stöð yrði ekki flutt inn. Svo eftir eitthvað 2 mánuði, ég man ekki tíma, þá hringir Þórir og segir hún er biluð stöðin sem voru með í tegundaprófun. Það hitnar ekki ofnir og ég gruna að hann hafi eyðilagt ofnir en veit ekki. Þannig að hún var send út og það tók hálft ár að senda hann til Japan og fá þetta í gegnum allan prósessin þar. Það hefði verið fljótara að panta bara aðra. En svona fór þetta nú og ég held að þegar hann verið að tala um að það er að koma sama seríunúmer tilbaka. Kannski verið þess vegna. En þannig að ég var komin í stríð við Símann þarna. Fyrst vopniti og fyrir að fyrst í talstöðum og ég var bölvað á landa getur. Og þegar hinn stöðin kemur, þá kemur hann tegundaprófun. Já, þannig að það fylgdi henni mæliskýrsla og Jónas hafi beðið það henni. Og ég var þá orðinn reynslunni ríkari og Sigurður Lýðsson, maður sem vann hjá Hafrannsóknastofnun, radíómaður og mikill og fróður og klár og þeir áttu spektrumanalysi sem náði svona langt niður því að allt þarna í sjónum er á svo lágri tíðni að þess vegna var hann með analysi sem var þarna gott að nota á þetta. Og ég fór með stöðuna þegar hún kom til hans, hún var að tala um þetta við hann og mældi hana hjá honum, fór með bara 2 80 generatorla til þess að vera með 2 tóna inn og hún náttúrulega stóðst, hún var 35 dB undir karriér og mörkin voru 30. Þannig að þá vissi ég að hún var náttúrulega í lagi og ofnin hitnaði og þetta var allt í góðu fór með hana niður á Síma. Og sama sagan, það gerist ekkert. Ég hringdi einu sinni í viku og það fer að koma rauðina svona, alls konar svör. Og eftir einhver tíma þá var Jónas þreyttur á þessu þannig að ég baði Jónas að pantaði bara 30 stöðar. Því þetta tók 1,5 mánuð að fá vörur frá Japan á þeim tíma sem kom með skipið. Og hann gerði það og ég fór til Gústafs náttúrulega þegar þetta partíið var komið og sá hann þurfti að stimpla á þetta svo ég geti farið með þetta inn í tollurvinnslu. Og hann var ekki kátur að pantaði svona mikið og ekki búið tegundaprófur á samþykkjar og svona. Já, sem ég bara á fyrir þessu partíi, má ekki eiga 30 talstöðar í tolli. Það kemur sér ekkert við, ég er ekkert að selja þetta. Jájá, það endaði með að hann skrifaði henni upp á skýrsluna og ég fór með henni í tollurvinnslu en hann kunni bara ekkert á kerfið. Leik að ég leist út bara allt partíð og þá var engin kvöð eftir það. En það vissi Gústaf ekki. Og ég gerði það, tók bara út stöðvar og breytti 5 stöðum strax. Ég þurfti að setja kristallana í þær og spólur og stillaður og allt þetta. Pantaði þannig því það var svona svo ódýrara heldur en að fá þær alveg klárar. Og þá þurfti ég að náttúrulega mæla þessar og það var ekki hægt að gera hjá Sigga
út af einhverju, ég man ekki hvort hann var út á sjó eða allavega þá gat ég ekki verið á honum. Og kunningi minn Ólafur Sigurðsson hérna, heitinn, segir maður í dag því hann er löngu dáinn. Hann vann þá út á Keflavíkurvelli og í höfnunum og þar var laboratóri frá þar sem að kanni var með fullkomnustu mælitækin sem ég bara séð. Og hann fékk leyfi til þess að ég mætti koma með stöðvarnar þangað þegar hann var á vakt en bara helgi. Og svo bara var það sigtað upp á það þegar Óli var á vakt yfir helgi. Þá fór ég á sunnudagsmorgni, þarna Sörundir, með 2 stöðvar sem að ég valdi úr þessum hóp sem að mér fannst nú vera bestar. Og svo fekk ég allt inn og Flugbjörgunarsveitin var nýbúin að kaupa inn á Motorola og hún var í kassanum og ég var ekki búin að setja hann í bílsveitinni. Þannig ég tók hana með og hringdi svo í Guðmund sem var þá framkvæmdastjóri hjá Gunnar Ásgeirssyni og spurði hann að því að já, alveg rétt, ferillinn hjá þeim var þannig að þó hann væri ósamþykkt að þá mátti hann selja þær með því að Þórir á fjarskiptaeftirlitinu stillti stöðuna. Þannig að allar stöðurnar sem þeir voru að selja urðu fyrst að fara niður á eftirlit og Þórir stillti þær og þá mátti afgreiða þær og setja þær í bíl. Og ég bað Gumma að hvert hann vildi ekki lána mér inn á stöð og biðja sendilinn að biðja Þórir að fylla út blað því að hann væri að selja þetta svona sérviskum kunna og hann yrði að fá að vita það að þetta væri allt pottið. Og jú, þetta gekk í gegn. Sendillinn fékk bréfið og fór með á föstudagsmorgninum og áður á undan þessum sunnudegi kom með stöðuna til mér seinni partinn með blaðinu og það var meira þess að klukkan hvað hann hafði afgreitt. Það var rosalega nákvæmt blað. Þannig að hinn hefur samið og Þórir kvittaði undir og stimplaði aðgreiðs til Póst og síma. Jæja, þannig ég fór með eina Motorola og 2 Jesu og eina Seiki. Og þær voru mældar og ég fekk þessar myndir náttúrulega tekið bara analysunum og það eru sko 10 decibel á rúðu og þetta er Jesústöðin, 35 decibel cirka. Þetta er Motorola-stöðin, hún er 25 decibel. Og þetta er Seiki-stöðin og hún er líka 25. Og það er stöðin sem var nýkomin út úr fjarskiptaeftirlitinu og átt að vera svo fín. Þið sjáuð, maður sér þetta náttúrulega betur, Jesu, Seiki og Motorola. Jæja, daginn eftir á mánudeginum þá satt ég fyrir fram að dyrnar hjá Gústaf með þessar upplýsingar og sýndi hann þetta og hann setti nú bara hljóðan sko og ég sagði nú ertu í djúpum skít. Það er Jesússtöðin hjá þér sem er á síma, hún var prófuð áður en forðanga þannig að Þórir getur ekki sagt að hún sé biluð. Ég er með 2 alveg tilbúnar og þetta var myndin á annari. Þú sér mælinguna og sagði hann hvað ég hef verið að gera og hvað. Ég var meira saman með uppáskrifað frá þessum yfirmanni þessa laboratóri því að hann kom þarna út. Hann kvittaði undir. Þetta hefur verið gert þarna hjá sér og staðfesti allar þessu upplýsingar. Og Gústaf sagði já, þetta er athyglisvert og má ég halda þessu gögnum? Nei, sagði ég á gögnin og gaf hann reyndar ljósrit af Seiki-stöðinu og bréfinu og sá hann nú þetta innkalla allar Seiki-stöðar sem búið að selja og allar Motorola-stöðarnar. En svo veit ég ekki þessa, ég sagði hún hefur ekki, veit ekki hvort að hún hefur verið mæld. Þetta er A100 sem sími var að smíða og spurði hann að því hvort að hún hefði ekki verið töfundaprófur og hann svaraði mér ekki. Nefna það að þetta er á mánudegi, 29. eða 29. februar 84 held ég að vera. Og en hvað það?
þremdu hann seinna hringdi Þórir í mig og þannig að fjarskiptaeftirlitinu segir, já, stöðin hún bara stóðs, sagði hann. Já, ég er ekki þess að því. Og ég meir sér að prófa hann á 180 vöttum. Og hún þoldi það, sagði hann. Já, það er merkilegt, sagði ég. En hann veistu ekki að það er 200 vatt að sendir í því. Nei, við ætlum bara að nota hann á 100 vöttum. Þannig að hún var að svara hátt og ég sótti bara stöðun. En svo þegar ég var að byrja að selja þessar stöðar, þá hringir í mig kall frá Ísafirði og honum vantaði stöð og þá var sko náttúrulega mangi, ég held að hann hafi verið í kringum 80.000 í þessu stöðum þá með tollum og öllu því sem var á henni. Og ég var ekkert búinn að selja nema einu eða tvær held ég þegar þessi kall hringir í mig. Og hérna honum fannst það náttúrulega dýrt og segir, já en það eru sko, menn eru að fá undan þá björgunarsveitir og hann nefndi þá var einhverju fleiri sem að fengu undan þá á tollinu. Og hérna, og ég bara, mér allt dissaði kallinu hann og ég man ekki hvernig við töluðum það saman. Og ég sagði, þú eru bara að hringja í ráðherrann og þá var það Albert sem var ráðherrann. Þú eru bara að hringja í fjármálaráðherra og vita hvað hann segir. Og kallinn gerði það. Hringir í mig daginn eftir og segir, heyrðu, okkar samtali Albert endaði þannig að hann ætlaði bara að kippa þér í lag. Og ég spurði hann, veitu hvað, hvernig, í hvaða flokki ertu það? Og já, ég sagði náttúrulega við Albert, sko, að hérna, ég er með fína talstöð, mér er bannað að nota hana og þetta er einu fjarskipti sem við höfum og ég er upp á fjöllum og heiðum og út allt og eins lið og það er öllum sama og ég drefnist og enginn vitaði. En svo, það var akkurat á þessum tíma sem að var að rífast yfir tíkin hans Albers. En svo með þetta helvítis hundkvikkiði, þjóðin er bara á hvolfi út af því. En við megum bara hókast einhverstaðar í kuldanum og deyja. Og þá sagði Albert, heyrðu, við bara lögum þetta. 5 dögum seinna þá hringdi þarna í mig einhver kona úr ráðuneytinu og sagði mér að það væri búið að breyta þessu ef ég kæmi með tollskýrslu sem væri stimpluð af radioeftirlitinu og þeir sem ættu talstöðar eða hefðu verið skráðir í stöðum það væri bara nóg að koma með númerin eða kallmerkin þeirra og þá get ég leyst út stöðar fyrir þá sem hefðu átt talstöðar og það var náttúrulega bara gert að Ágúst þarna í fjarskiptaeftirlitinu, hann bara fyllt út, ég bara skrifaði henni númer 109 og allt þetta og þannig leysti ég út stöðuna og engin tollur og þá fór þessi Jesússtöð niður í 28 eða 9.000 minnum mig. Ég seldi 960 stöðar í það heila á þeim og þegar mest, og þegar AM talstöðarna voru mest af þeim, þá voru 1600 skráðar en það urðu 1200 af SSB af því voru 960 Jesú á móti hinn Já, þetta er náttúrulega lofnir sem allt snýst og það var ægilega lítill munur hvort það var fram á hútti eða upp á topp en þarna var nú loftnetið orðið tilbúið og allt fínt og þá hérna auglýsti ég það einhvern tímann í einhverju blaði. Það var ábyggilega bara góðgerðar auglýsing og hérna þá var náttúrulega sko bussið frá stríðinu með talstöðuna, það var náttúrulega unnið og allt það en Þórir hringir í mig frá fjarskiptaeftirlitinu og segir, já, þú ert að framleiða loftnet til talstöðar. Já, og það hefur ekkert verið tegundaprófað. Og hérna, jú, það var tegundaprófað loftnet. Hvernig í úrslubónum ætlar að gera það? Og við hvaða veðurskilyrði og
hvaða tíma sólarhringsins og hvenær á árinu, hvernig ætlar að tegundaprófa lofna. Já, mér er sagt að ég þurfi að fá eintak til þess að skoða og prófa. Já, þú getur nú farið á næsta bíl eða eitthvað en getur ekki láta mig hafa loftið? Nei, sagði ég skal gefa þér eitt fót og þú getur fengið hittur á lager bara. Það er ábyggilega til nóg að þetta selst ekki hvers mér hjá. Og ég man bara ekki hvert hann kom og sótti fótinn, en ég heyrði aldrei neitt meira af þessu loftniti. En svona til að enda þetta, við getum talað í allt kvöld þessu helvítis talstöðar, að þá er hérna, hvernig ger ég svona, hérna er efnið í fætinum og spólunum. Ég gat nú ekki annað en legið þegar ég fór að lesa þetta, hvað þetta efni er notað. Þannig að ef við erum með hægðartregðu, þá bara fáum okkur svona lofnut og nögum það eitt kvöld. Þá hlýtur þetta að lagast. Þannig er ég búinn held ég, er ég ekki búinn með tíma eitthvað, Anders? Allt í lagi, sko. En þú ert að vantarlega að setja með þúsund loftin á gólfinu, er þetta... Ég veit ekki bara úr þvottavélinni. Það þrýfa það eftir. Er ekki spurningar á mestarann? Við getum til að spurt hann að því hvort hann hefur brennt sig einhvern tímann á HF straum í svona loftneti. Já, oft. Þú hefur gert það? Já. Þessu svona reykingablett á puttan. Já. Hvað margir hérna hafa fengið svona blett á sig? Og þetta er, þegar ég var að vinna í sjónvarpsbúnum og maður rækst í hálfbrunarkapalni, sko, að maður var svona skjáandi í stundum tíma og það var sama með þetta. Maður var oft að stilla og gleymdi sér og Var ekki líkt að brenndu kjöti? Ég sá eina mynd þarna þar sem var maður með stöð á bakinu og svo stóð á loftnetu. Hvernig leið honum í hausnum eftir að... Mjög vel. Já? Já. Ég er einn af þeim. Þú ert einn af þeim? Og var náttúrulega í þessum fjárskiptum í Hugbrunarsetrinu og bar þessar stöðvar og svo var einhver annar sem talaði og lofnandi í þetta. En þá heillir svo sér. Þetta voru ekki mikla stöð, það voru 5 vött, var það ekki? Nei, það voru 10 vött, við náðum 10 vött. Talandu þetta með að bera loftnet á bakinu. Ég sá á Tókjó Hamfest í Tókjó, þá var eitt sem bar sko disk á bakinu. Hann var búinn að útbúa ólar sko og var bara með gerfinættardisk. Þannig þurfti eitthvað erfitt staði. Þannig að það var ekki bara stöng sko, það var heilt disk. Ég hef sko búinn að vera í möstrum og inn í 100 kílóvöttum og hérna, ég man ekki því hvað möstri ég var að hérna, sko, ég var nú með meira hár þá og ég var bara eins og bítill sko. Sá sem var með mér, hann stóð niðri og var að hlæja að mér sko. Hann sá að það reis allt upp. En það var ekkert mynd að þessu. Það var þetta stór diskur sem var... Mentir í þeim. Ég held að bara það fari vel með mann að ég hef aldrei verið veikur, ég hef aldrei verið á spítala nema til að vinna fyrir þá og ég hef enga pillur eða meðul eða neitt. Ég hef það sem bara RF-inn að þakka. Fjársöfur enna Símón. Hvað séu þau? Svo er menna fjársöfum að Símónir séu Já, að það er steikja hausinn. náttúrulega miklu herri. Það er alltaf hálftíð sem ekki. En hérna einn spurning hérna, hvert getur maður fengið svona loftnið? Ég er hættur að handla Okkur vantar svona loftnið. En efnið er til. Hvað notaður þess í hólkinu á þessu neti? Það er kannski heldur hljóður að slöpa á törunni. Það er eitthvað kveikja á hann eftir. Það er komið Það er tópandi eftirspurn líka. eftir svona loftnetum. Já. Flórans, sé. Það efnið er til og ég talaði við þá sem að flytja þetta inn og selja Ekki og lengur. þetta er notað í fóðringar og allan dýrunum þetta efni þannig að það er ekkert Það er mælu. En þarf það að vera svart? Nei, Sko, PEG 400 svart. Það er með grafít
innbyggur. Já, ég bara hef ekki hugmynd um efnafræðina, sko, annað en að Heldur þú þetta sem er hefða tækni? tregðu, Já, þá já, get ég það var með skólið. Það var alveg árangur. Krakki ekki komið í snið. Þetta er kjúið. Já, það er mér leiðin. Já. Það var mér. En já, menn þetta lækkaði ekki. Þetta var óhægt. Þorgeir, hvað er að tölunni? Það er að slaka á hann eftir. Það er oft gott ráð. Má ég spyrja þeirra um það? Já, Leggurinn, já. þegar millir fóts og spólu. Hvaða þýðingu hefur að hafa langa? Prófaðu eitthvað áfram með það? Hvað tapar miklu á að hafa bara stutta? Já, ég glemdi nú að segja ykkur hóði, ég skal bara gera það, snakast. Já. Fá ykkur lífið þetta, fyrst. Svona. Sko, nei, hvað er að stríða? Ekki nú batteri á þeirra. Hefur ekki bara þessi söpar þá? Já, það lítur að, já, ég er bara óþólum og, sko, þetta eru leggirnir. Þetta er það sem að síminn flutt inn uppalega, þá voru þeir krómaðir, svo smíðuðu þeir þessa leggi og hætta að panta þetta frá Bandaríkjunum. Og hérna, þetta er 90 cm, ég veit ekkert af hverju þeir eru það, en ég, bæði var þetta svona léleg, sko, ef það losnaði leggurinn, þá var þetta veltandi í gengjónum hérna á einangranum og þá var náttúrulega hörðu gengjurnar og opnandi fauka bílunum, þannig að ég, hérna, það var til svona það kallað kastalarær. Þetta er ró sem er í rauninni eins og skinn á öðrum megin. Og þess vegna nota ég þær og þetta er 10 mm bolta breytt þess að þetta er 38 amerískt en hitt er 10 mm. Og þannig að þetta situr mikið betur hérna á, sjá það mig hérna kannski. Þetta er náttúrulega miklu betra sæti, sko, það reynir ekkert á gengjurnar. Þannig að herður þetta saman. Og ég byrjaði, mér fannst þetta, þeir svo langir þessi leggir og þannig að ég byrjaði með 50 cm og ég smíðaði 50, 45, 40 og alveg niður í 25 og 50 cm leggurinn, það var alltaf einhver stambylgja, 45 cm þá fór hann niður í 0, svo hækkaði hann og svo datt hann aftur niður þegar ég var komin í 25 og þá hætti ég var ekkert að fara niður. En ég veit ekkert af hverju. Ég kann ekki að reikna það út þegar ég verið að hafa einhvern annan í það. Eina sem ég veit bara að loftnetið skilaði jafn miklu út á þennan feltmæli sem ég var með í 10 metra fjarlægð þegar ég var með þessar lengdir. Þetta kann Sæmundur. Sæmundur kann þetta. Já, Villi Radio var eitthvað búinn að reikna út eitthvað tímann. Hvað, var þetta 50 mann eftir? Já. Ég nefnilega man eftir því að Villi Radio var einu svona, hann varði mjög við því að vera með 50 mann eftir. Já. Það er ekki gott. Já, það er bara tapir í, sann. Já, það var mikið meira tapir í það virkaði betur á hann á bílminnistöðinni heldur en gamla þetta. Það var náttúrulega lágús. Ég veit ekki hvað. En Villi sagði mér einu sinni að hann hefði sett þetta upp í ykkur reikni dæmi og hefði verið fín útkoma. Já, en hann hafði trallatrú á einu sem að ég held að sé alveg rétt. Þú ert að nota. Að einn besti mælikvarðinn, sko, hvað þú getur þröngvað miklu straum út í netið. Já. Því að straumurinn er útgeisluð. Já. Og ég meiri segja, sko, ég maður núna þegar við förum að tala um það, ég teipaði á toppinn svona, hérna, hvað heitir það? Pjörurnar, ekki pjörur. Neonsett. Neon, já. Það var til, sko, til að setja á toppinn á sépi loftmyndum, á svona smá gúmítappa, neonpjörur. Og Jónas átti fullan poka þessu og ég teipaði á toppinn með ákveðnu millibili. Og það var ekki sama, sko, ljósið eftir hvar það var og það er náttúrulega bylgjuformið í nefnum. Og hérna, þá gæti ég líka séð strauminn, sko, á pjörunum, ásamt þessu mæli sem ég var með.
Hvað kveikir á neoninu? Er það spennan eða? Já, það er spennandi. Þessar neonperur, er þetta saman með einhvern veginn glimperur? Já, saman. Já, Já, þú sagði mér einhvern tímann að setja glimperu og já, bara til að fylgjast með hvort það væri lægi. já. Þeir En notuðu þú þetta fáið loftnet. bara ekki glimperur lengur. Nei, þetta er ekki til. Jú, það er hægt að fá það. Já, Já. Þeir notuðu þetta mikið lofthita En með. hérna, ég man eftir í eitt skipti, þá var ég að fara inn í veiðuvert með nokkrum og það var, við stoppuðum á landvegamótum og það var náttúrulega guðunastöðar í bílunum þá, það er eiganstöðarna og það var toppurinn hjá einum, Hermann hétan, kallaður Hermann í Örsmestur, var sprunginn efst og það var einhver svona rak í loftinu og hann var að tala í talstöðuna og maður heyrði það í toppnum. Eins og þegar brauðristarna voru að tala sko, þegar það voru inn í sterkur felti. Þetta var eiginmóta sko. Og amatórnir lentum í því að brauðristinn næsta húsi fór að tala og var alltaf brjálæð. En þegar varst að stilla þessi netsikki, stilltu þá á neðri spólunni? Ég stilti náttúrulega sko hérna, var með standbylgjumælinn hérna á milli og fikraði mig eftir þessari þangað til ég var kominn niður á 0 með standbylgjuna. Þá var þetta 50 ohm. Svo gæti ég mælt það á eftir á móti að hvort ég væri ekki örugglega, að stöðin væri ekki örugglega að sjá 50 ohm. Og síðan er þetta náttúrulega lágóhms fyrir ofan. Þess vegna var ég með RF-mælinn hérna á milli eins og maður gerði á gömlu netónum. Og þá var ég komin yfir í gamla heiminn hérna sko. Þannig að stöðin var alltaf að sjá 50 ohm, hvernig sem netið lét og þá hafði engin áhrif á sendinni í stöðinni. Hvað er stóra spólun mörg helgi, mannstu það? Hann var, hvað segirðu? Mannstu hvað stóra spólun er stór? Þessi? Já. Já, ég man ekki nei. Þetta með málband. Hann kvikkaði sig bara áfram. Nei, hvað er mörg helgi, sko? Ha, ertu að meina Mazda móbilstólan? Já. Sko, þegar við vorum þegar ég var að stilla inn og þetta er spólan, það er bara, hún var svo ljót hinumegin að þess vegna snýrinu öfugt, ég hef kannski ekkert að gera það. Þar sem að ég var búinn að lóða inn á sko helling. Mér minnir að við höfum verið að nota eitthvað á 2790 eða 2830 þegar hafa verið hérna einhvers staðar. En ég hef ekki tekið með mér spólun alltaf. En hún er svipuð. Það var aðeins styttir en þessi, en hún er náttúrulega breiðari. Ég man að því að sko þeir voru með tvö. Þeir voru með bananaplagg fyrir... Já, ég gerði það á þessum, út af fyrir 2912. Þá var sko, vorum við einhverstað hérna inn á henni. Og þá færðum við á milli á Björgunarsveitabílunum. Þetta er svo bandþröngt net sko. Og hérna einn radioamatör, Gunnar Guðmunds, hann hjá Landsvirkjun. Hann var eitthvað að fyrst upp á 38, 15, það ekki. Og það var einhverstað hér. Það er svo niður í spólu. Já, og ég þurfti að setja þriðja bananatengi fyrir hann. Já, það er cirka þriðjangur ef hún er tjúnað fyrir 20%. Já, er það ekki? Það er einhverstað, já. Og hérna, en þannig gáttum við bjargaði sko með björgunarsveitabílunum. Og við vorum þá líka með 47-35 mig, en sú tími var aldrei notuð þannig að maður var ekkert að leggja neða inn í það. Hvaða efni er í spóluformni í þar? Þessu? Já. Það er þetta sem. Þetta er bara nælon. Nei. Det som var någon skam. Nei, þetta... Polyethylene glykol 400. Þetta er efnið í þessu. Þú varst alltaf með kopar í tengingunum. Já. Er eitthvað sem mælir að nota ryðfrí? Ég hef ekki hugmynd um það. Ég prófaði aldrei. Er eitthvað sem þið ekki? Nei, það skiptir alltaf það sem ég hef veit, það skiptir ekki máli. Nei. Jú, það... Það skiptir engum máli. Þetta er bara... En títaník, þekkið þið það? Ég get ekki segja að það skiptir neinu máli. Þetta er náttúrulega bara endarnir. Þetta gerir ekkert loftnæslega. Nei, já, það er að leiða. Ekki nema leiða, sko. En það er annar vír í neðri spólunni, ekki? Já, það er hérna, það er ástæður fyrir því.
hérna þegar ég var að vinna í þessu, þá vatti ég fyrstu spóluna með vír. Þetta er spennavír sem ég fekk á Jóa í Spennubrautum. En ég, þegar ég fór að svona hamast í þessu, ég var náttúrulega að hugsa að þetta entist, að þá fannst mér sko ekki vera nógu styrkur þegar ég var að lóða skerminguna hérna og svo hérna inn á, svo væri kapallinn að hreyfast, þá var ég nú reyndar ekki búinn að hugsa þetta svona og hann bara beint út að þetta myndi með tímanum brotna frá. Það var ekki nógu, sko tínið náði ekki nægri festu eins og hérna. Og þetta er vír bara úr söðuvélinni minni sem maður notar í dag þegar maður er að sjóða. Og ég bara vatt þetta úr, þetta er bara járnvír sko. Og það er ástæðan fyrir þessu. En svo vatt ég þetta spóluna svona því að hér reynir ekkert á þetta því að svo klæðist þetta með grundu. Þetta með kopar í efri? Já, þetta, já. Hefði verið betra að hafa hana grófari? Ég veit það ekki. Ég prófaði aldrei. Og sverari? Ekki hugmyndan. Breytir ekki... En ástæðan fyrir ég notaði þennan vír reyndar af því að við náttúrulega erum að vinda þetta og það var mikið erfiðar að vinda þetta. Hvaða særleiki á vír er? 0,9. 0,9. Hvað er það? Þessi. Hérna er eitthvað svipaður. Það skiptir minnstu máli. Sverleiki á virðum. Já, ég býst við því. Hann bara þetta fór best svona sko að Árni prófaði að renna sko dýpri gengjur í þetta og það einhvern veginn. Er þetta Árni sem var í Hafnarfirði? Já, Árni Brynjólfs. Og ég man ekki ástæðuna en það var allavega erfiður að eiga við það þegar hann fór dýpra inn í efni. Þannig að þetta var niðurstaðan að vera með svona grunna gengjur. En bara nægjanlega til að halda því réttu. Hann framleitar við frábæra kústa. Já. Hann smíðaði öll netin fyrir mér sko. Ég hugsa að það verið svona 1200 net í það heila sem ég smíðaði sko. Eða ég og strákarinn hjá mér. Þannig að Martin Nóbjörnsskólan sem að þykir það besta. Það er mjög meiri díameter og lofti. Og þannig að í teóriði þá ætti hún að vera betri sko, en það sem þín með töðu, þú hafði mikið meiri mekaníska styrk með þessi aðferð. Þannig að þú hefði farið inn á það að þessi sterk, kannski fórna einhver smávegis í kú. Það var það sem ég var eldast við. Á þess að fórna miklu sko. Nei, og þessi spóla kom það vel út og lofnið í heild sinni að það var ekki spurning að hafa það svona. En þetta naut sterkt alveg, það er bara riðið og tæring sem að blanda þessu. En kláraði hann aldrei dæmið með balún? Nei, ekki nema bara þessa pröfu einu. Það virkaði alveg sko. Já. En ég sá fyrir mér að það var ekki glóra alltaf fara í 1000 lofnið. Ég náttúrulega sá ekki fyrir mér 1000 net og þá reyndar. En þá var ekki nema 20. Það var það mikið vinna og svona töndur við það. Ég sá það á bílnum hjá þér, þú varst að sleppa leggnum á brúsendum? Það var að því ég var hann mest upp á 6 metrarinn á móti þeim hérna heima, Völu og Konna. Ég fór á þessum bíl til Ítalíu, ég var 50. Það var bara 2 íslenskar gert, ég og Páll Lara. Fórum til Písa. Talstu þú saman þetta heim? Hann 53 og ég 94. Hvað sagði Ítalarnir þess að á bílinn? Ég skildi það ekki. Það er eitt sem ég lenti í... Eina sem að ég var fyrir vonbrigðum með að því ég var, sko, það var tekið mynd af bílum hans Páls fyrir framan Skakkaturni á horni sem er það á götu og ég lagði víbóninu þar, var að græja myndavélina og alltaf var að taka mynd á hann á sama stað. Þá kom lögreglan alveg brjáluð og ræk mig í burtu. Það var bannað að leggja þarna og þeir jösuðu með skömmum úr spottið, sem ég skildi náttúrulega ekki. Og endan þá þurfti ég að færa hann aðeins til, þannig ég á ekki mynd á hann í sama sjónarhorni og Páls Ara. Það var út af þessu. Ég var að pæli að þeir eitthvað hring og kom aftur og konan sagði með mér, hún var ekki alveg hress, þannig við fórum hring en svo kom ég tilbaka aftur
En þá var lögreglan þarna. Ætli þeir hafi ekki sagt við þig, sko, það kostar 500 eurur, nei 500 lírur ef þú ætlar að láta taka myndina hér. Það getur vel verið. Þú er bara ekki skilið á eftir að borga þeim. Þeir voru allavega ekki mjúkir í máli. Helvitis kjarkur þetta sé ekki að fara á gömlum bílból, söður Alpa. Já, maður hefur gert svo margt villust. En það hefnaðist vel. Ég var í mánuði í ferðalegin. Kom aldrei neitt fyrir? Nei. Já, með mér svona það sem ég held að geti bilað, en það bilaði ekki neitt. Eitt sem ég lenti í með netavæðinum hérna, alltaf þetta verið svona 92, þá var eitt hérna svona bling jeppagall sem vildi hafa 2 net á bílnum. Og stöðin var tekin með öðru bíl og virkaði fínt og þegar það fór alltaf í bílinn þá virkaði ekki neitt og prófaði bæði netið. Það virtist eins og annað netið hafði gleypt bara. Það komst ekki í lag þegar ég tók annað netið af. Já, það geti alveg verið það. Þetta var 92 sko, það var bara auðvitað sko fjarlæðina eitthvað hafi verið. Það var þannig að sko hún bara dró fullt af straum og var ekki núna þessin. Og virtist ekki vera neitt góð móttaka. Ég fór ekki lag fyrir að tók hitt myndið af bílnum. Því hann vildi hafa þetta symmetri sko, það var 2. Þegar ég var með þessi 2 net á vinnubílum mínum, annar 50 og hitt á gömlugerðinni, að ég gæti ekki fundið neitt þar á milli, að við svo var náttúrulega sama stöðin sko. Já, þetta var sama stöðin. Það var bara einhvern veginn eins og annað netið hana, veit ekki alveg hvers vegna, en ég bara fann út af því að taka hana netið af. Það bara gleypti. En ég fann enga breytingu þar á milli allavega hjá mér sko. Það getur vel verið að það hefði ekki verið sama í hvaða félag. Síðan spurði ég, hitti ég Ásgeir Sig sem var hérna lengi að vinna með Motorola. Spurði hvort hann kannast við þetta, þá hefði hann lent í þessu líka. Erik? Þegar hann Motorola við? Já, hann gerir sig. Prófaður einhvern tíma ekki bara að gera þetta allt öðruvísi. Eins og þú sagðir að fyrsta stöðin sem fór í bíl, það var lagður vír aftur eftir potnum og fram á í upp. Og nú bjóða rúturnar upp á það að vera með mikið lengri loftið heldur en þetta. Og einhvern veginn heyrði að menn gætu alveg nota bara toppgrindur og tuna át í þær. Prófaður eitthvað svoleiðis? Nei, ég náttúrulega kom ekki nálægt þessum gemsa þarna á sínum tíma. Þetta er 1951 sko. Og þá var ég nú ekki gammal. Þá ég sé 8 ára í dag. En það rútur sérna, mann hefði ekkert verið að prófa neitt annað. Nei, þetta var sko bara prófað að Gvendur fékk þessa stöð bara í gegnum klík og hann þekkti náttúrulega að toppa sína sko og náttúrulega það að keyra og það var útbúin stöð fyrir hann, bátastöð, sett í framsætið á bílum, tók allt sætið og þetta loftnet og svo fór hann Þingvallaring og talaði þá við loftskeytastöðina á Melónum sko og á bátabylgjum náttúrulega 21.2 sennilega og svo var þetta bara tekið úr bílum. En árið seinna þá var komið svona loftnet á hann og þessi tokkun. Og ég held að tokkunitinn hafi verið nú bara afleiðing af loftnetum, bara til að festa því á bílinn. Þegar það var 3 toppur á þessum bíl, sko, hræddur með segli. Hvað var 19 manna gemsinn, endaði í Hafnarfirði. Það er eitthvað, hvað heitir rafstöðin á þarna í Hafnarfirði. Það er í Læknum. Já, Reykdalsvirkjun. Reykdals, já. Það stóð þar og að kviknaði í hún. Það var náttúrulega löngu eftir að Gvendur var búinn að segja. En það er fyrsti bílinn sem talstöðar prófið í fyrir utan það sem lögreglan var búinn að prófa 1947. Þá prófuðu bátastöðar frá Símanum hérna í Reykjavík en það gekk ekki. Prófuðu sett í 2 bíla og það bara vinnan, það var alltaf eitthvað blísn, truflanir og læti. Svo fenguður 1978 mótorhjólstöðvar, Agnar Kúfort sem var þá lögreglustjóri, hann sekti ykkur Amerikanar þarna úti og þeir gátu, mátti ekki selja þar á landi en einhverju lita vegna þá fékk hann 2 bíla og 1 mótorstöð. Það var niður í Hafnarstöð. Þannig að það eru fyrstu bílarnir með talstöðar á Íslandi, svo vita sér. Öllu líkjum fyrsta lögregluembættið í Evrópu sem var með talstöðar í bílum. Já, ég hugsa það líka. Það er þegar Herði Frímanns. Já. Er þið tilfellið það að það vantar smá loftnet á markaðinn? Já, þau eru bara að fá þetta til að smíða þetta. En
En er einhver ásókn orðin í þetta að vera á þessari tíðni? Nei. 2790 er ónótæf. Það er hérna, ég var að skanna þetta eftir hann og það er svona, það er hægt að vera þarna í kringum 2912 sko, sem að voru með. Það er nokkur hreint lotið. Það er einhverju tröflanir miklar inn á 2790. Þannig að það verður nokkuð 38-15? Já. Er akkur verði að setja þetta í ganga? Það er ekki fjörgansett. 38-15? Þessi tíðni, Þannig kom þessi. þegar kom loftið gott og reynd, og þá dugar þetta fyrir á landið. Já. 2912 er það sem björgunarsveitirnar fengu að nota, en er inn á flugbandinu og það var bara, og björgunarsveitin var alltaf látin vera sko með eignarhaldið og flugmálastjórn heimilaði þetta. Síminn hafði í rauninni ekkert engin yfirráð yfir þessu. Og svo fengum við 4735 og hún reyndist ekki nógu vel, var aldrei notuð og þá fengum við 52 eitthvað. 53-54 var það. Já. Ég held að hún hafa aldrei verið notuð neitt nema bara í prófunum heldur. En hvernig kom þá 38-15 og 38-35 til? Það er amatör. Bandið. 38-15 var allt sem kom í gegnum landsamband. Það var sér skátt að við Haukur Konráðs voru með þetta. Já. Fjóra tíðnir. Já. Þannig að það er kannski ekki verið amatörn eða IRA. Nei. Það er ekki amatör í Evrópu. Ambrikum er að amatör verða. Já, þeir eru upp í 4 metri. Piltar, klukkan líður. Hjá okkur er staddur Sigurður Harðarsson sem er landsþekktur og þjóðsagna persóna. Sigurður sem átti rétt úr þér og brosa til hópsins. Og ég er að því. Þetta er sem Sigurður Harðar. Hann verður hér aðeins áfram, notið tækifæri og spjalli við hann. Og við skulum þakka honum kærlega fyrir gott erindi.